þess undirritun á samningi hér í Helsinki. Kannski sagt í stuttu máli hvað var að gerast? Já, nú var sem sagt afrekssjóður var að úthluta núna nýjum 100 milljónum úr afrekssjóði sem var eftir fyrir þetta ár og það var að úthluta 13 milljónum til KKÍ sem afar ánægjulegt og nú verið að úthluta samkvæmt nýjum reglum úr afrekssjóði og verður gert áfram til næstu 4 ára. Það voru mikla breytingar á afrekssjóði á þingi sambandsins á þingi ISÍ núna í sem sagt vor og það er nýja reglur sem gilda fyrir afrekssjóðin og það er bara ný tækifæri fyrir íslenskar íþróttir sem fæljast í því. Nú er búið að flokka samböndin eftir svokallaðum A, B og C flokki og við í körfuboltanum erum svo heppin að vera í þessum A flokki þannig að við eigum möguleika að fá þarna meiri pening. Þannig að núna er bara verið það í rauninni og við erum fyrsta sambandi, við erum afar stolt af því, við erum fyrsta sambandi sem að fær úthlutun úr þessu og nú er gerður samningu við hvert og eitt samband þar sem að það er tilkynnt, ekki eins og oft hefur verið gert bara í janúar þar sem er tilkynnt fyrir alla. Þannig að það var afar ánægjulegt að geta líka nota tækifæri hér í Helsinki, hér á Eurobasket að gera þetta þegar við værum hér með ásamt, vorum með forseti og framkvæmdastjóri ISÍ og fleiri frá ISÍ ásamt því að vera með forsætisráðherra og mennta- og íþróttamálaráðherra þjóðarinnar með okkur. Auðvitað það afar ánægjulegt og gaman og sjá hvað starfið okkar er orðið stórt og mikið. Voru einhverju rökkur síðast þegar svona styrkur var útlutað, hvað þýðir þetta allir samtökum? Þú vill alltaf meira, það er bara þannig. Þegar verið að útluta úr sjóðum eins og þessum, þá vill maður alltaf meira. Þetta nær því? Þetta nær því og þetta er alveg í þeim anda með nýjar reglur og það er það sem skiptir svolítið miklu máli. Nú eru komna nýjar reglur, nýjar áherslur hvernig á að útluta. Það er rauninni má segja, það er orðin ofboðslega mikil breyting á umhverfinu núna eins og það var bara fyrir nokkrum mánuðum sem varð á þessu ISÍ-þingi í vor. Þannig að þetta er allt annað og þetta er mjög svipað því sem við byggust við að yrði á þessar útlendun. Þannig að við erum bara afar kát og glöð en áfram eigum við samt ekki að gleyma því að það vantar enn töluvert upp og til að brúa bilið í íslenskum afreksíþróttum, ekki bara í körfubolta og þess vegna þurfa fyrirtækin í landinu líka að halda áfram að vera duglega að styrkja við afreksstarfið okkar, það skiptir ofboðslega miklu máli. Hvað þýðingu hefur þessar 13? Þetta hefur auðvitað stóra þýðingu fyrir okkur og bara afar ánægjulegt og hjálpar okkur að brúa bilið.